Geirmundarsaga Heljarskinns eftir Bergstein Birgisson og við erum búin að skýra út hvað þetta er leikur að íslenska fornsagnaarfinum og þarna hann að skrifa fornsögu mann sem svona, hugsanlega þaggaður í bókmenntunum okkar, Geirmundur Heljarskinn. Sko, Bergsveinn með alveg rosalega marga bolta á lofti í þessari bók. Ein leiðin til að skoða þessa bók svo að í rauninni bara flokkan með bókum eins og Brotahöfði og Jóni eftir Ófeir Sigurðsson, Rökkurbísnum eftir Sjón. Þetta svona bækur sem að karlmenn hafa verið að skrifa á síðustu árum. Það sem þeir eru einhver leyti að takast á við Íslandssöguna, þeir eru að finna merka menn sem eru gleymdir frá liðnum öldum og þeir eru að endurskapa einhvern hugmyndaheim í gegnum tungumálið miklu leyti. Að sumu leyti má segja að þessi bók fjalli Brand sem áverinn mynti höfundur þessar bókar. Nákvæmlega. Og þessi skáldsaga, þessi Íslendingasaga sem einhvers slags testamentu 12. ölduna og hugsunarhátt 12. aldar manna. Síðan náttúrulega líka það sem í þessum fyrri bókum líka, það verið að endurskoða söguna á 20. öld, það verið að skoða það hvernig þessi þjóðernishyggja okkar hefur litað allan okkar skilning á fortíðinni. Það líkin í þessari bók, hann að takast á við Sigurð Nordal og Einar Ólaf Sveinsson, en það mjög margt hérna á ferðinni og það sem sagt, ég veit ekki hvort að Bergsveini mistókst að halda öllum þessum boltum á lofti eða mér sem lesanda mistókst að grípa á alla, en það mjög margt sem að lesandi þarf að standa skil á sjálfur og ég veit það bara því allan í mínu nærumhverfið fólk talsveit klofið og kannski eiga bækur að vera þannig það eiga kljúfa jólaboðin og þessi bók allan Þú meinar að sumir séu hrifnir og aðrir séu það síður. Já, ég held að þetta mjög erfið bók fyrir venjulega lesendur held ég. Ég myndi ætla að þetta væri jólabók allra sem vinna á Árnastofnun. Mér finnst hún mjög snjöll. Þetta svo frumleg hugmynd en leið virðist hún einhvern veginn, maður hugsa hvernig ætlar maður að gera þetta. Mér finnst hún takast ansi margt, mér fannst mjög gaman, það var erfitt að lesa hana, ég datt stundum út, en mér fannst leið mjög gaman, mér fannst hann oft fyndin og ég byrjaði á því að lesa formálan, þá týndist ég. Þannig ég hætti þar og byrjaði að lesa söguna, las hann til enda og las svo formálan. Og ég ráðlegg lesendum að gera það sama, en hún skrifað á þessu fornu skrýtna máli og ég held að fyrir nútíma lesendur flesta það of erfitt. Fyrir þá sem geta það, þá held ég að þessi bók muni gefa þeim. Nú minnst ég að tala að þurfa að fara að skrifa Halldóru Laxness aftur með nútíma stafsetningu. Þannig að þessi stafsetning náttúrulega dálítið hemill á því að lesa þessi bók fyrir marga held ég. En stundum áttar maður sig ekki á því hvort hann að reyna að sanna eitthvað og svo kemur stundum bara að verður þetta svolítið eins og gerpla, þessum einhvern gróteska lýsingar. Mér fannst húmórinn í þessari bók misefnaður. Mér fannst þessi gróteska til dæmis, mér finnst bara einhvern veginn Halldór búinn að tæma þann brunn svolítið. Svo líka það að hann að gera ákveðna persónur svona skoplegur með því að láta það stöðugt vera að hafa eftir eins og eitthvað svona gullkorn úr háamálu með einhverju sem búið að afbaka lítilega, þú veist, margur verður á öli, api og eitthvað svoleiðis. Þið finnið einu svona tvisvar, en sem svona gegnumgangandi stílbragð þá verður það svolítið þreytt. Og síðan af því að þessi bóka hafa þessa flóknu viðtökusögu, þetta var 12. aldarsaga sem skrifuð upp á 14. öld, fundin 1940 og þá skrifuð upp, þá stíllinn rosalega köflóttur og maður sem lesandi veit ekki alveg hvar maður á að staðsetja sig eins og þú ert að segja, maður veit ekki hvort maður á að taka sig fullir alvöru eða hvort maður á bara að njóta þess sem leiks og bara hlæja og hafa gaman, en þetta samt til að, þú veist, hún liggur meira á hjarta heldur en það að maður getur bara að lesa þetta sem hverja aðra skemmtisögu. En þú sem hrifnari Ég miklu hrifnari, mér finnst þetta einn athyglisverðasta skáldsaga ársins.